Opinberunarbókin 8. kafli. Þegar lambið lauk upp 7. innsiglinu var þögn á himni hér bil hálfa stund. Og ég sá englana 7 sem stóðu frammi fyrir Guði og þeim voru fengnar 7 básúnur. Og annar engill kom og nam staðar við altarið. Hann hélt á reykelsiskeri úr gulli. Honum var fengið mikið reykelsi til þess að hann skyldi leggja það við bænir allra hinna heilugu á gullaltarið frammi fyrir hásætinu. Og reykurinn af reykelsinu steig upp með bænum hinna heilugu úr hendi engilsins frammi fyrir Guði. Þá tók engillinn reykelsiskerið og fyllti það eldi af altarinu og varpaði ofan á jörðina og þrumur komu og dunur og eldingar og landskjálfti. Og englarnir 7 sem héldu á básununum 7 bjuggu sig til að blása. Hinn fyrsti básúnaði og þá kom hagl og eldur blóði blandað og því var varpað ofan á jörðina. Og þriðjungur jarðarinnar eyddist í loga og þriðjungur trjánna eyddist í loga og allt grængresi eyddist í loga. Annar engillinn básúnaði og þá var sem miklu fjalli logandi af eldi væri varpað í hafið. Þriðjungur hafsins var blóð og þriðjungurinn dó af lífverum þeim sem í hafinu og þriðjungur skipana fórst. Þriðji engillinn básúnaði. Þá féll stór stjarna af himni logandi sem blys og hún féll ofan á þriðjung fljótana og á lindir vatnana. Nafn stjörnunar Remma. Þriðjungur vatnana var það Remmu og margir menn biðu bana af vötnunum af því að þau voru beisk orðin. Fjórði engillinn básúnaði. Þá var þriðjungur sólarinnar lostinn og þriðjungur tunglsins og þriðjungur stjarnana svo og þriðjungur þeirra yrði myrkur. Og dagurinn misti þriðjung birtu sinnar og nóttin hið sama. Þá sá ég og heyrði örneitt fljúga háhvolf himinsins. Hann kallaði hárri röddu. Vei, vei, vei þeim sem á jörðu búa vegna lúður hljóma englana 3 sem eiga eftir að básúna. Opinberunarbókin 9. kafli. Og 5. engillinn básúnaði. Þá sá ég stjörnu fallið hafði af himni ofan á jörðina og henni var fengið lykillinn að brunni undirdjúpsins. Og hún lauk upp brunni undirdjúpsins og reyk lagði upp af brunnunum eins og reyk frá stórum ofni. Og sólin myrkvaðist og loftið af reyknum úr brunninum. Út úr reyknum kom engisprettur á jörðina og þær fengu sama mátt og sporðdrekar jarðarinnar. Og sagt var við þær að eigi skyldu þær granda grasi jarðarinnar, né nokkrum grænum gróðri, né nokkru tré. Engu nema mönnunum þeim eigi hafa innsigli Guðs á ennum sér. Og þeim var svo boðið að þær skyldu eigi deyða þá, heldur skyldu þeir kvaldir verða í 5 mánuði. Undan þeim svíður eins og undan sporðdreka hann stingur mann. Á þeim dögum munu mennirnir leita dauðans og ekki finna hann. Menn munu æskja sér að deyja, en dauðinn flýr þá. Og ásýndum voru engispretturnar svipaðar hestum, búnum til bardaga og á höfðum þeirra voru eins og kórónur úr gulli og ásjónur þeirra voru sem ásjónur manna. Þær höfðu hár sem hár kvenna og tennur þeirra voru eins og ljónstennur. Þær höfðu brjóstlífar eins og járnbrynjur og vængjaþyturum frá þeim var eins og vagnagnýr þegar margir hestar bruna fram til bardaga. Þær hafa hala og brodda eins og sporðdrekar. Og í hölum þeirra máttur þeirra til að skaða menn í 5 mánuði. Konung kafaðir yfir sér, engill undirdjúpsins, nafn hans á hebresku Abaddon og á grísku heitir hann Apollyon. Vei, hið fyrsta riðið hjá, sjá enn koma 2 vei eftir þetta. Og 7. engillinn básúnaði og þá heyrði ég rödd eina frá hornunum á gullaltarinu sem frammi fyrir Guði. Og röddin sagði við 7. engilinn sem hélt á básuninni. Leist þú englana 4 sem bundnir við fljótið mikla Efrat. Og englarnir 4 voru leystir sem búnir stóðu til stundar þessarar, dags þessa mánaðar þessa og árs þessa, til þess að deyða þriðjung mannana. Og talan á herfylkingum riddaraliðsins var 2 sinnum 10.000 10.000. Ég heyrði tölu þeirra. Og með þessum hætti sá ég hestana í sýninni og þá sem á þeim sátu. Þeir höfðu eldrauðar svartbláar og brennisteinsgular brynjur og höfuð hestana voru eins og höfuð ljóna.
Af munnum þeirra gekk út eldur, reykur og brennisteinn. Í þessum 3 plágum var 3. hluti mannanna deyddur af eldinum, reyknum og brennisteininum sem útgekk af munni þeirra. Því að vald hestanna í munni þeirra og í töglum þeirra, því að tögl þeirra eru lík höggormum, eru höfuð á og með þeim granda þeir. Og hinir mennirnir sem ekki voru deyddir í þessum plágum, gjörðu eigi iðrun og snéru sér eigi frá handaverkum sínum og vildu ekki hætta að tilbiðja illa andana og skurgoðinu gulli, silfri, eyri, steini og tré, sem hvorki geta séð, heyrt, né gengið. Og eigi gjörðu þeir iðrun né létu á manndrápum sínum og töfrum, frillulífi sínu og þjófnaði. Opinberunarbókin, 10. kafli. Og ég sá annan sterkan engil stíga af himni ofan hjúpaðan skýi. Regnboginn var yfir höfðunum og ásjóna hans var sem sólin og fætur hans sem eldstólpar. Hann hafði í hendi sér litla bók opna. Hægri fæti stóð hann á hafinu en vinstra fæti á jörðinni. Hann kallaði hárri röddu eins og þegar ljón öskrar. Hann hafði kallað, töluðu þrumurnar 7 sínum raustum. Og þrumurnar 7 höfðu talað, ætlaði ég að fara að rita. En þá heyrði ég rödd af himni sem sagði: Innsigla þú það sem þrumurnar 7 töluðu og rita það ekki. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðinni hóf upp hægri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir aldir alda, hann sem himinin skóp og það sem í honum jörðina og það sem á henni og hafið og það sem í því Engin frestur skal lengur gefin verða, en þegar kemur að rödd 7. engilsins og hann fer að básúna, mun framkoma leyndardómur Guðs eins og hann hafi boðað þjónum sínum og spámönnunum. Og röddina sem ég heyrði af himni, heyrði ég aftur tala við mig. Hún sagði: Far og tak opnu bókina úr hendi engilsins sem stendur á hafinu og á jörðinni. Ég fór til engilsins og bað hann að fá mér litlu bókina, og hann segir við mig: Tak og et hana eins og hún hún mun verða beisk í kviði þínum, en í munni þínum mun hún verða sæt sem hunang. Ég tók litlu bókinu úr hendi engilsins og át hana upp, og í munni mér var hún sæt sem hunang, en ég hafði etið hana, fann ég til beiski í kviði mínum. Þá segja þeir við mig: Enn átt þú að spá marga líði og þjóðir og tungur og konunga. Opinberunarbókin, 11. kafli. Mér var fenginn reyrleikur líkur staf og sagt var: Rís upp og mæl musteri Guðs og altarið og teldu þá sem þar tilbiðja, og láttu forgarðinn sem fyrir utan musterið vera fyrir utan og mæla hann ekki, því hann fenginn heiðingjunum og þeir munu fótum tróða borgina helgu í 42 mánuði. Vottana mína 2 mun ég láta flytja spádómsorð í 1260 daga, sekkjum klædda. Þetta eru olíuviðirnir 2 og ljósastikkurnar 2 sem standa frammi fyrir drottni jarðarinnar. Og ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eyðir óvinum þeirra. Ef einhver skildi vilja granda þeim, skal hann með sama hætti deyddur verða. Þeir hafa vald til að loka himninum til þess eigi rigni spádómsdaga þeirra. Og þeir hafa vald yfir vötnunum að breyta þeim í blóð og slá jörðina með hverskins plágu svo oft sem þeir vilja. Og þeir hafa lokið vitnisburði sínum, mun dýrið sem uppstígur undir djúpinu heyja stríð við þá og mun sigra þá og deyða þá. Og lík þeirra munu liggja á strætum borgarina miklu, sem andlega heitir Sódóma og Egyptaland, þar sem og drottin þeirra var krossfestur. Menn af ýmsum líðum, kynkvíslum, tungum og þjóðum sjá lík þeirra 3,5 dag og leyfa ekki að þau verði lögð í gröf. Og þeir sem á jörðinni búa gleðjast yfir þeim og fagna og senda hver öðrum gjafir, því að þessir 2 spámenn kvöldu þá sem á jörðinni búa. Og eftir dagana 3,5 fór lífsandi frá Guði í þá og þeir risu á fætur, og ótti mikill fjall yfir þá sem sáu þá. Og þeir heyrðu rödd mikla af himni sem sagði við þá: Stígið upp hingað. Og þeir stigu upp til himins í skýi og óvinir þeirra horfðu á þá. Á þeirri stundu varð landskjálfti mikill og 10. hluti borgarinnar hrundi og í landskjálftanum deyddust 7.000 manna. Og þeir sem eftir voru urðu óttaslegnir og gáfu Guði himinsins dýrðina. Vei hið annað liði hjá, sjá,
vegið hið þriðja kemur brátt. Og 7. engillinn básúnaði, þá heyrðust raddir miklar á himni sögðu: Drottinn og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum og hann mun ríkja aldir alda. Og öldungarnir 24 þeir sitja frammi fyrir Guð í hásætum sínum, féllu fram á ásjónir sínar, tilbáðu Guð og sögðu: Vér þökkum þér Drottinn Guð, þú alvaldi, þú sem ert og þú sem varst, að þú hefur tekið valdið þitt hið mikla og gjörst konungur. Heiðingjarnir reiddust en reiði þín kom, sá tími dauðir skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámönnunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum, og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Og musteri Guðs opnaðist það sem á himni og sáttmálsörkans birtist í musteri hans, og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálfti og hagl mikið.